Fyrst aðeins að leiknum, tapið 2-1 í lokin. Var hausinn kominn í umspili í hálfleik? Já, það bara þannig, já. Menn það var nokkuð ljóst að Skagamenn var klára sitt og við byrjaði óskað hendur hamingju. Bara stóðu svo gríðarlega vel í síðara förinni og búin að vinna mikið af leikjum og þeir verðskulda vinna deildina, búin að gera virkilega vel. En við sáum stöðuna þar og já, ég get alveg viðurkennt það. Við sjálfsög fann að hugsa stutt í ný keppni byrjar á miðvikudaginn, ný keppni sem við ætlum að vinna og við vorum komin með hugað það og ég ætla ekki að leikmenn ég skila mjög vel líka bara í lokin að einhvern veginn hausinn hafi verið farin að fanga. Það er bara svo keppni skiptir máli. Auðvitað hefði viljað vinna henni í dag og áttum að gera það sem er. Mér finnst algjör óþarfi að gefa henni 2 mörk í lokin. En ég segi, hausinn var bara kominn á miðvikudaginn og það er keppni skiptir máli. Það var ekki bara skiptað öllu máli hvernig þessi leikmenn fara henni í dag. Það myndi ekki breyta stöðuna okkur, við myndum endur öðru sama hvað. Þannig að það er bara leikur á miðvikudaginn á móti Leikni fyrir leikur í umspili og við erum gíraðir og klárir hérna. Já, það er ljóst að þið lendið í öðru sæti og er á leiðinni í umspil. Hvort er þetta frábær árangur eða svekkelsi að þínu mati? Það er frábær árangur. Ég meina, það var enginn sem spáði okkur annað fyrir mót, ekki nokkur einasti maður. Við höfum trúað og þessi leið sitt hérna og við höfum trúað að við getum gert hluti í sumar og við erum búin að bæta stigamynd afturlendingar 14 stig í þessari deild. Við erum búin að skora 60 mörk, við erum búin að enda ofan afturlendingar nóttum að enda. Þannig að við erum búin að ná að haka hellinga bóksum. Auðvitað vildum við vinna deildina, það var draumarmið og því miður náðum því ekki. En við erum ennþá á góðum möguleika að fara upp í bestöldina og horfum á þannig að það eru bara 3 úrslitaleikir eftir og við bara komast þangað og við ætlum að klára okkur. Já, þið gefið svolítið mikið eftir í lok tímabils og margir tala það er paník eða sé reynsluleysi. Hvað fannst þér vera ástæða? Nei, alls ekki, bara alls ekki. Það hefur verið fín spilamennska, eins og ég oft sagt. Við höfum spilað fínt og öll tölfræði segir að við horfum á leikina og við erum betri í þessum leikjum. Það hefur bara blásið hans á móti og við erum líka verið að spila fína leiki, sigurleikin á milli, þannig að við mætum bratt inn í úrslitakeppnina og auðvitað þessi tekurleikur í dag, við erum að vinna hann, það er bara þannig, við erum yfir 1-0, erum á færi og það er ekkert í kortunum og Þróttur sem hefnaðanleik þegar það er að gera það, þannig að eins og sé, vantarlega eru þau konur með hausinn strákanir á miðvikudaginn og ég ætla ekki að bleyma það fyrir það er bara mjög eðlilegt, það er keppni skiptir máli og auðvitað hefði viljað klára þetta betur í dag en við erum bara fulla fókus núna á leikina og mútið leikna á miðvikudaginn og við mætum mjög bratt í dag. Við erum svona að spila frábærlega í sumar, standa okkur frábærlega og við vitum fyrir hvað stöndum og ég er alveg handviss á það að við munum mæta gíraðir leikina á Breiðholti á miðvikudaginn. Hvernig líst þér að mæta Leikni? Bara fínt, þetta er allt góð lið sem er úrslitakeppni og mæta Leikni er bara fínt. Þetta verður hörkuleikir, við mætum nokkuð sem í ár, þetta er hörkuleikir. Og við erum bara spenntir að mæta þeim og ég bara vona að við sáum flesta úrslitinga að mæta og styðja okkur. Það er undanúrslit núna miðvikudag og sunnudag og 2 hörkuleikir framöndan við Leikni og stuðningur skiptir máli. Þannig að ég vona að við fáum góðan stuðning í stúkunni og fólk hjálpa okkur og ég veit að strákarnir eru klárir og hafa mikla trú á að við getum klárað þetta verkefni. Þannig að við mætum gíraðir að við byrjum alltaf á miðvikudaginn. Frábært, takk fyrir.